Sælveriði, Ívar hér, flugsmiðjunni. Í dag ætlum við að hnýta flugu úr smiðju Kristjáns Gíslasonar og sú fluga heitir Iða og við notum í hana rauðan Uni tvinna, sem sé 72 deniara tvinna, 8.0 og krók frá Arex, númer 8 og þessi Arex krókur er sem sé í þessari þessi standard doppul stærð og þessi fluga er svona tiltölulega einföld í uppbyggingu. Í sem sé skottið á henni þá fara 2 fjaðrir eða broddar af 2 fjöðrum bláum, dökkbláum fjöðrum samkvæmt bók. Þær eru hér og þær eru sem sé svona og við festum þessar fjaðrir niður hérna á endanum og kosturinn við þetta þegar við gerum þetta svona er sá að við getum dregið fjaðrirna til hérna, þið sjáið, þannig að standi svona og ég ætla að láta þið bara vera svona. Ég ætla að binda þetta hérna niður, þannig að það verður alveg pikkfastar og klippa þeir eitthvað starf hérna fyrir framann, cirka hérna. Og í búkinn á þessari flugu þá notum við sem sé silfurlita channel, solid channel og channelið er skemmtilegt efni að mörgu leyti. Og verðum því svona yfir og sjá, þá klippa hérna endan á þessu í burtu, þannig að hann verður ekki fyrir. Svona, svo kemur búkurinn á fluguna, hann er í rauninni bara silfurlita channel og Iðan er góð fluga, segja þér. Hefur stendur hérna í bókinni reynst feikilega vel í ýmsum ám, Hafjarðará, Laxá, Dölum og fleiri ám og í mikilli birtu. Það er gjarnan nýtt á smáar silfraðar þríkrækjur. Við ætlum nú að nýta þetta stærri krók en það bara til þess að það sjáist alveg hérna hvað við erum að gera. Þetta er falleg fluga eftir hann Kristján. Í skeggið á Iðunni þá erum við að nota dökkbláar fanir úr svona fjöður eins og við sýndum ykkur áðan og þær mega ná alveg nánast eftir í bug. Þetta festa skeggjunu, þá bara skellum við neitt á bakið. Það er þá svona. Og að því þetta er það stór fluga, þá er alveg óhætt að bregða á hana aðeins meira fönum hérna. Þannig að skeggið á henni verði svona aðeins meira áberandi. Svona. Og þetta hnýtum við svo bara niður, nokkuð fast, þéttingsfast og svo klippum við þetta hérna við. Svona. Og að lokum kemur í fluguna íkorni, svartur íkorni, sem er sem sé Venjard íkorni, þetta fínustu vörur frá Venjard. Hann er svartur hérna úr öðrum poka og þetta er það stór fluga, ég sé notið þennan, ég er að nota upp skott sem ég er að vera búin með. Hörku skott, búið að duga í fleiri, já, svona 100 flugur. Það er alltaf einhvern tilfinning, góð tilfinning þegar þú ert að klára eitthvað efni í hnýtingu. Þú ert að klára einmitt efni sem við dugaði í mörg 100 flugur, þá er svona púkin á öxlinaður sem segir, heyrðu, nú ertu komið aðstæði til að versla meira og svona 4-falt, 5-falt meira heldur en það sem þú varst að klára. Þið þekkið þetta. Lengdin á vængnum, hún er eitthvað cirka þetta og það er betra að eiga meira en minna efni í þessu, við vitum það líka öll.
Það er glata að ég get ekki nýtt einhverja flugur að því manni vantar eitthvað basic. Alltaf eiga nóg að peacock, alltaf eiga nóg að tvinna. Það er svona og ljóta örglega með þeirra strand eða lens á tvinna og getur ekki nýtt. Ég hef lent í því einu sinni og ég get sagt ykkur það mun aldrei gerast aftur. Aldrei. Þá er lítið annað eftir nema bara hnútur og málingarina eða lökkun. Við gerum hérna tvöfaldan hnút á hana. Þessu er hægt að nýta iðuna sem straumflugu líka og hún virkar fínt. Urriða, ég fengi mér að sé bleiki og svona litla iðu. Það er mjög fínt. En meðan við lökkum þetta, þá bara langar mig að þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Gjarnan deila rásinni, deila vídeóinu, gerast áskrifundur af rásinni. Það hjálpar okkur að stækka. Setja like á vídeóið og benda öðru fólki á þetta sem þið viti kannski að hafi áhuga á nýtingum og þá sérstaklega nýliðum. Þetta er alveg fínasta kennsla fyrir þá sem er að byrja í þessu. Og kostar ekkert á netinu. Þannig að það er af sem áður var. En þangað til næst þá bara þakka ég kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áhorf og við sjáum strax á kvöld. Takk.